Næst tekur til máls Kristín Berg Bergvinsdóttir, yfirframleiðandi stafrænnar umbreytingar og nefnist erindi hennar skilvirkni, hagkvæmni, samhengi, fagmennska, stafræna framleiðslulínan. Hæ, ég heiti Kristín Berg og yfirframleiðandi hjá Reykjavíkurborg. Gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Mig langar að segja ykkur frá því hvernig við hér hjá Reykjavíkurborg ætlum að takast á við áskoranir sem finnast í þjónustuveitingu hjá okkur með það fyrir augum að bæta þjónustuna. Við ætlum okkur nefnilega að bæta þjónustuna ekki bara með stafrænum lausnum, heldur einnig með breyttu vinnulagi. Stafræn vegferð snertir öll svið borgarinnar og krefst náinnar samvinnu þvert á alla borgina sem og samvinnu við ytri aðila, svo sem hugbúnaðarhús og ráðgjafarfyrirtæki. Þegar maður stendur frammi fyrir flóknu verkefni eins og stafræna vegferðin í rauninni er grundvallaratriði að hafa gott skipulag. Því að gott skipulag er eitt af lykilatriðum farsællar framkvæmdar. Það þekkja það væntanlega flestir að vera hluti af einhverju verkefni sem ekki gekk vel. Það var illa skipulagt og enginn vissi hvað hann átti að gera. Svona ætlum við ekki að gera þetta hjá Reykjavíkurborg. Því var það fyrsta sem við gerðum í stafrænni vegferð Reykjavíkurborgar að skipuleggja okkur og ákveða það hvernig skipulag stafrænu framleiðslu línunar okkar ætti að vera. Og ég ætla að fá að segja ykkur frá því hérna núna. Nýja skipulagið okkar byggir á 4 gildum þjónustustefnunar. Fagmennsku, notendamiðaðri hönnun, skilvirkni og nærþjónustu. Við viljum endurspegla þessi 4 gildi í skipulaginu. Fagmennsku ætlum við að endurspegla með því að hafa fagmennsku að leiðarljósi, sérfræðiþekkingu og öfluga gæðastýringu. Því að við viljum afhenda hágæðalausnir. Í notendamiðaðri hönnun þar setjum við notandann í öndvegi og þjónustan er endurhönnuð út frá þörfum notenda. Skilvirkni. Þar viljum við hafa þjónustur sem að ganga greiðlega fyrir sig og við viljum afhenda lausnir til notenda eins fljótt og auðið er. Einnig viljum við hámarka nýtingu þess fjár sem okkur hefur verið falið í stafrænu vegferðinni. Nærþjónusta. Þar viljum við mæta notendanum þar sem hann er staddur hverju sinni. Hvort heldur það í sófanum heima þar sem hann situr með síman í hönd eða fartölvuna, þá ætlum við að bjóða upp á rétta þjónustu eða ef hann mætir á þjónustu miðstöð Reykjavíkurborgar og vill fá mannlega nálgun á þjónustunni. Til að stafræn vegferð geti notið velgengni þarf að taka tillit til allra þessa 4 gilda sem voru nefnd í þjónustustefnunni. Stundum það nefnilega þannig að þetta fer ekki alveg saman. Til dæmis getum við haft 2 lausnir. Það sem að önnur lausnin uppfyllir algerlega væntingar notenda. Hún er falleg, litrík og bara skemmtileg. En gæðum er ábótavant og verðmiðin er hár. Svo erum við með aðra lausn, þar sem að notendavænleikinn er bara ekki eins góður. Það er erfiðara fyrir notendur að læra á kerfið, en gæðin er góð og verðmiðin ásættanlegur. Hvora lausnina ætlum við að velja? Við stöndum frammi fyrir ákvörðunum eins og þessum mjög oft í stafrænni vegferð. Og þá er lykilatriði að finna hið gullna jafnvægi á milli allra þessara 4 gilda í þjónustustefnunni. Skipulagið okkar þarf að endurspegla það. Öll verkefni byrja á góðri hugmynd eða áskorun.
Hugmyndirnar verða til út allt hjá Reykjavíkurborg, bæði meðal starfsmanna og einnig hjá íbúunum sjálfum. Hugmyndir þarf að móta í verkefni og svo forgangsraða verkefnum á móti hvert öðru. Ef fagsviðin okkar meta verkefni þannig að þau falli að stafrænni vegferð Reykjavíkurborgar, eru þau skoðuðu nánar hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði og svo tekin ákvörðun framgang þeirra. Ef ákvörðunin sú að við ætlum að framkvæma verkefnið, þá þarf að velja viðeigandi framleiðslulínu. Við erum með 3 megintegundir framleiðslulína. Í fyrsta lagi það stafræn umbreyting. Stafræn umbreyting tekur við verkefnum þar sem hugað að bæði þjónustu breytingu sem og stafrænni þróun. Verkefna á umbótastofur. Þar einnig þjónusta endurhugsuð en meira fókuserað á tilbúnar lausnir, innleiðingu þeirra og aðlögun. Síðast en ekki síst geta sum verkefni farið beint inn á deildir hjá okkur, til dæmis vefdeild og gagnaþjónustu til úrlausnar. Þegar verkefnum lokið, þarf að tryggja rekstur og stöðuga framþróun lausnanna. Það gert í vörustýringu. Því að allir vita að þó að þú byggir þér hús, þá þarf að viðhalda því. Það þarf að mála glugga eftir 5 ár og það þarf að skúra gólf, bara vikulega. Mér langar að segja ykkur meira frá stafrænu umbreytingunni. Þar erum við búin að skipta ferlinu upp í 4 fasa. Fyrsti fasinn uppgötunarfasi. Í uppgötunarfasa verið að skilgreina þær áskoranir sem blasa við fólkinu sem að nýta sér þjónustuna. Heildarferli þjónustunar kortlagt með það að markmiði að finna mestu sársaukapunktana í því. Það að segja, hvar eiginlega þjónustan svona upp á sitt versta. Þegar því lokið hönnuð frumlausn á vandamálinu. Þegar það liggur ljóst fyrir hægt að taka þessa frumlausn og brjóta hana betur niður í skilgreiningarfasanum, niður í verkefni, verkþætti og ef við erum forritarar þá myndum við jafnvel segja tösk og sögur. Þegar að búið að skilgreina þá förum við yfir í sjálfa þróunina. Það að segja búa til þá lausn sem við ætlum að afhenda íbúum og starfsfólki. Þegar hún tilbúin, þá erum við með útgáfu á lausninni og förum svo í innleiðingarferli. Það að segja afhenda lausnina og komin í notkun hjá þeim sem á henni þurfa að halda. Mér langaði að sýna ykkur skipulagið okkar. Ok, ég veit það. Þetta alveg bara ótrúlega flókið. Ég sjálf bara svitnaði þegar ég sá þetta. Samt var ég hluti af teyminu sem að bjó til skipulagið. Ég tók 1 skref aftur á bak og bara fjallust næstu því hendur, en næstu því. Því að mér fannst þetta svo flókið og ég fekk efasemdir. Mun okkur starfsmaður Reykjavíkurborgar skilja þetta skipulag? Þetta allt og flókið? En þegar skipulagið var kynnt og við útskýrðum það nánar, kom í ljós að þetta voru algjörlega óþarfa áhyggjur af minni hálfu. Fólkið, það skildi skipulagið mjög vel. Fyrir okkur þetta bara eins og fótboltavöllur. Hér búið að mála línurnar og allir þekkja ramman. Hér búið að stilla upp stöðurnar og hver og einn leikmaður veit hvað hann á að standa á vellinum og hvað hann á að gera. Við erum búin að setja upp leikreglurnar sem eru sanngjarnar og gagnsæjar og byggja á því að finna gullna jafnvægið á milli fagmennsku, notendamannleika, skilvirkni og nærþjónustu. Þetta módel hentar vel hvort heldur sem fyrir innanhústeymi eða blönduð teymi af innanhúsfólki og sérfræðingum frá samstarfsaðilum okkar. Og það var akkurat það sem við vildum. Sveigjanlegt, skiljanlegt og sanngjarnt skipulag. Mér langar aðeins að segja ykkur frá teyminu okkar.
Þetta er framleiðsluteymið. Þeir sem að fara að búa til lausnirnar. Þetta eru lykilmenn á vellinum, stjörnurnar okkar. Í framleiðsluteymi eru samankomnir þeir sérfræðingar sem þurfa að koma að lausn og uppbyggingu á henni. Við erum að tala þá forritara, prófara, þjónustuhönnuð, lögfræðing, upplýsingafræðing og ýmsa fleiri sérfræðinga sem hver sig leggur mikilvægt lóð á vogarskálarnar. En það hins vegar ekki nóg. Við þurfum einnig að hafa innanborðs sérfræðinga í veitingu þjónustunar. Það að segja, þá sem eru í beinum tengslum við notendurna. Til dæmis bara kennara, félagsfræðinga, sundlaugaverði og fleiri aðila sem eru að vinna með notendunum og íbúanum. Þetta eru framherjarnir okkar, þeir sem taka vítaspyrnurnar og skora mörk. Því að þessir aðilar taka þjónustuna til íbúanum. Nú er ég búin að segja ykkur frá skipulagi stafrænnar vegferðar Reykjavíkurborgar. Og það er mjög mikilvægt að hafa gott skipulag. En það er fólkið sem er aðalatriðið í svona vegferð. Og hér hjá Reykjavíkurborg er saman komið fólk sem brennur fyrir því að bæta þjónustu, hefur trú á vegferðinni sem við erum á og úthald til að klára verkefnin. Teymið er komið í búningana og tilbúið að skora mörk fyrir íbúa Reykjavíkurborgar. Takk fyrir mig.